Davíð, við vorum að semja við Guðmund Magnússon og í síðustu viku Gí Smitt og síðan erum við búin að vera að framlengja við fullt af unga leikmenn. Það er nóg að gera á skrifstofunni hjá Njarðvík þessa dagana. Já, við þurfum að stækka hópinn og við erum að fá til okkar reynslumikinn mann í Gumma og auðvitað í Gí líka og Gummi er svona leikmaður sem er töluvert öðruvísi heldur en þeir leikmenn sem við erum með fram á í liðinu í dag og gefur okkur svona aðra vitt og ég tel það bara vera virkilega sterkt af okkur að vera að bæta við verkfærum í kassan og ég held að þau lið sem ætli sér langt að þau þurfa að hafa nóg af þeim, nóg af verkfærum, þannig að ég er bara gríðarlega ánægður með þetta sæn og bara við höldum áfram. Svona búin að vera virkilega svona öflugir að fylla upp í skörðin sem kannski fóru hérna í haust. Hvernig svona bara finnst þessar styrkingar, finnst þér svona vera svona, er þetta ekki svona bara svona betri styrkingar? Jú, ég held að þessar styrkingar væri erfitt að gera mikið betur og það sem er gott við þetta líka að ekki það hitt sér slæmt en við erum auðvitað að fá til okkur íslenska leikmenn og íslenska leikmenn sem vilja koma til okkar og eru að einhverju leyti eins og Gummi að velja það að koma hingað frekar en eitthvað annað og svo eins og mikið þú veist, vissulega ekki íslensku leikmaður en leikmaður sem hefur verið hérna lengi og hafði aðra kosti en ákveður að stökkva í þetta með okkur og það er bara sterkt fyrir liðið og gefur ákveðna vísbendingar það að menn hafa trúið því sem við erum að gera og það er það sem skiptir máli. Svona bæði þú hérna í upphafi þegar þú tekur við þá talar að svona kannski Njarðvíkingar eru kannski svolítið litlir hérna í fyrra. Svona þú búin að bara miða við styrkingarna sem Njarðvíkingar er búin að sækja núna. Þetta er fullt af svona stórum prófílum og þetta er svona karakterar sem þú ert að sækja. Já, ég svo sem horfi mikið í það og hef gert svona gegnum tíðina. Ég held að öll lið þurfi að hafa leikmenn sem svona bæti ykkur í bragðið ef ég má orða það þannig, við þurfum ekki að fylla hópinn bara með hveiti heldur einhverjum kryddum og ég held við höfum gert það mjög vel og svo auðvitað komið inn í þetta líka leikmenn sem eru ungir og hafa verið er að skrifa undir sína fyrstu samninga og þeir hafa bara, ég hef svo komið inn á áður líka, hafa bara nýtt tækifæri sín mjög vel og það er líka eitthvað sem að gefur okkur ákveðin styrk og líka sem er gott fyrir þessa leikmenn að þeir fá að læra af þessum karakterum sem að koma inn í hópinn og ég held að þeir geti tekið hraðari þroska í fótboltanum með því að hafa svona stóra karakter í kringum sig. Þess að segja með ungu strákana, þú veist, þú ert búin að vera óhræddur við að gefa tækifæri, bara síðast í gær á móti Víkingi, þá ertu alveg óhræddur við að henda ungu strákunum inn þó að leikurinn sé bara 1-0 og ennþá jafn. Já, ég meina þetta eru bara strákar sem eru tilbúnir í að fá þessi tækifæri og hafa sýnt það og þeir eru óhræddir að koma inn á og líka bara á æfingum, maður sér að það er allt lagt í hlutina og maður bara, þú veist, það er bara aðdáunarvert að fylgjast með þeim, það er engin uppgjöf í einu eða neinu og bara alltaf áfram gakk og það hefur bara komið svolítið óvart og bara gleðilega óvart og bara virkilega jákvætt að við getum verið að gefa þessum strákum mínútur og strákar sem að munu og eiga möguleika að hjálpa okkur mikið í sumar og taka þátt í þessari vegferð sem við erum á. Svona hópurinn er að byrja að taka á þessu mynd, kannski svona einn helst, kannski hægri bakvörðurinn sem að vantar alltaf eftir að einn hvarf svona skyndilega, hvernig svona, sér þið fram á að bæta ykkur meira við? Já, við munum auðvitað fylla í það skarð, við sáum að bara í leiknum í gær að þá er Símon Logi að leysa það og leysti það alveg stórkostlega en við þurfum að fylla í það skarð og við erum bara á fullu að vinna í því og ég vona á því að við komum með einhverja fréttir af því bara mjög fljótlega vonandi þessari viku. Takk fyrir.